Okkar sérstæða kannski að við erum beint frá bónda, eins og við getum sagt, þegar þú veist, bóndinn bakkar dýrunum sínum inn hérna öðrum megin og þú verslar hérna hinum megin. Við erum ekki, seljum ekki neitt í stórum matvörukeðjum. Varan okkar fæst bara í verslunum hjá okkur. Já, ætli það sé ekki okkar sérstæða. B. Jensen sláturhús kjötvinnsla og sælkeraverslun rétt fyrir utan Akureyri. Fyrirtækið, sem fjölskyldufyrirtæki, orðið 53 ára gamalt og nú starfar þriðji ættliðurinn þar. Sem stuttu máli þá kaupa amma og afi þetta svæði 1968 og þá með svínabú hérna og að slátra bara sínum svínum og selja hérna búið frystikistum í versluninni. Svo 1998 kaupa foreldrar mínir fyrirtækið og eru búin að vera hér síðan. Og þú ert hérna líka, hvað, þriðji ættliðurinn þá? Já, ég og bræður mínir, þannig að við erum 3 af 4 systkinum sem vinnum hérna í B. Jensen, já. Miklar breytingar hafa orðið á fyrirtækinu síðan það var stofnað árið 1968. Þegar afi og amma Eriku, þau Benny Albert Jensen og Jónína Guðjónsdóttir, hófu svínarækt á svæðinu, þá voru þau út í sveit. En með árunum hefur byggðin þést og sífellt verður styttra í verslunina frá Akureyri og nýjasta byggðarkjarna Hörgársveitar. Þá hafa þetta líka orðið miklar breytingar á framleiðsluaðferðinum í gegnum árin, en gömul áhöld sem hanga upp í versluninni minna á gamla tíma, en þau voru í eigu Benny sem var danskur og lærði til slátrar í heimalandinu. Það náttúrulega mikil tækniframþróun sem hefur orðið bara síðan við kaupum 1998. Við erum komið miklu tæknilegri sláturlínu, verslunin hefur breyst, fólk var meira bara að kaupa kannski saltar hrossakjöt og bjúgu, fólk meira að fara að kaupa sér á grillið, hakk og hambúrgar langvinnslasta varan okkar. Já, auðvitað er margt breyst mörg ár. En það nú þannig með ykkur að þið eru svona kannski pínu svona leyndamálið hérna á Akureyri. Það ekki allir sem að hafa uppgötað ykkur. Já, og því miður fyrir þá sem ekki hafa uppgötað okkur, þá erum við pínu leyndamál fyrir suma, en það fullt af fólki sem kemur inn oft í viku og borðar ekkert kjöt nema frá okkur, sem geggjað. B. Jensen slátrar fyrir bændur á öllu Norðurlandi og hefur verið að taka nautgripi, hross og svín í slátrun alveg frá Akranesi og að Egilsstöðum. Þá var síðasta Galloway holdanautin úr Hrísey slátrað þar, en höfuð á því hangir upp í versluninni. En hvernig það þegar maður á sláturhús og sælkeraverslun? Ætlaði sé alltaf kjötveisla heima? Það mjög oft kjötmatur. En maður oft í vandræðum, maður búinn að gera þetta svo oft að maður næstum búinn að fá leið á því að við erum alltaf þetta sem maður að gera sjálfur. En til dæmis fólk vill oft lundir, hérna nautalund. Og svo spyrja ef það vill ekki kaupa nautalund, hvað sé næst við það? Að þá vill fólk oftast fá fíle. En mér finnst fíle ofmetið, því mér finnst innanlega alltaf miklu betra og mýkra. Það er syna minna. Og mér finnst það bara miklu betra. En þú myndir segja að það væri svona eiginlega leyndamáli kannski hérna? Já, númer 2 hérna finnst mér þetta að vera, já, ekki fíle, hvorki hrossi né nauti. En fólk spyr mér mjög oft og ég segi að það sé ekki að spyrja rétta mannesku því flestir aðrir myndir segja fíle og svo innanlegri, en ég er akkurat öfugt með það. En þið eru með vörur hérna ennþá í boði sem að voru í boði bara, sem hafa verið í boði bara alveg frá upphafi. Já, það til dæmis þessar sambasvínakótilettur, þær hafa verið alltaf og eru alltaf vinsælar. Og svo hérna með þetta brilljant naut hérna. Það hefur verið alveg ofboðslega vinsælt og einhvern tímann ætlum við að hætta með þetta og vera alls ekki með þetta á veturnar, bara sumrin. Það bara þýddi ekki. Fólk bara, þetta það sem það vill. Allan á sig syng. Steikir þetta á pönnu, ofni, grilli, bara, já. En þetta nafn, brilljant hérna, naut, hvaðan kemur það? Þetta alveg brilljant. Þetta mjög fljóthældið, þetta þunnar sneiðar. Það bara alveg brilljant. Ef þú ert að flýta þær út að elda, þá bara þetta tilbúið, þetta verður bingo. Auðvitað, hvernig læt ég sko. En hvað hefur verið það skemmtilegasta við að standa í þessum rekstri öllu ár? Það bara svo margt. Bæði, bara kúnnarnir fólki alls konar fólk sem hefur starfað hjá okkur, það tilbreytingaríkt, þú ert ekki alltaf að gera það sama. Maður svona allt í öllu. Ég ger bara allt, kryddakjöt, ég hef verið inn í slátrun og bara gert hvað sem Allt sem það, skúrað, vaskað upp, bara allt sem til þessu fyrirtæki. Það gerir maður. En hvað heldurðu með krakkana eina? Heldurðu þau munu bara taka við fyrirtækinu? Já, það aldrei að vita. Ég veit ekki
það kemur bara í ljós. Það er ekki víst enn að niður, kannski.